Góða kvöldið, gott fólk. Þeir sem átt að tjúna hér inn strax í streymið. Við erum að fara að byrja hér undanúrslit á Íslandsmóti öldunga 2026. Það hefur nokkuð sleppt sem fyrr í þessu streymi. Við erum með 2 streymi í gangi. Annars var bara brautum 11-14, þar sem er undanúrslit kvenna. Það spila allar leiðin upp í brautir 15-16. Svo erum við streymi frá 19-22 þar sem er undanúrslit karla. Þeir spila reyndar 17 upp í 22. Þegar að uppbytun fer í gang sem fyrr þá er spilað tónlist í húsinu og þá slökkvi á hljóðinu í útsettingunni. Það er rétt á meðan að uppbytunin stendur. Og svo komum við inn þegar uppbytunin er búinn og rétt að fara að byrja leikina. Þetta eru top 6 sem spila í hvoru flokki, í karla- og kvennaflokki. Maður á mann, round-robin, 5 leikir. Þegar þetta er búið þá ætlum við að fara í úrslitin sem verður að spila á brautum 15-18 og þá dettur streymið út frá 19-22 og við verðum í rauninni bara með annað streymið í gangi og færum hérna vélar á milli á meðan við erum olíuborðið. Uppbytunin ætti að fara í gang, þannig að við komum inn eftir augnablik.
Jæja, þá þessari uppbytun lokið í bili, það bara, já, það sem reyna núna. Förum aðeins aftur yfir þetta. Það eru svo mikið sem 6 áfram í hvoru flokki sem að fara að spila núna. 6 konur og 6 kallar, streymi annars vegar frá 11 til 14, þessum konunir eru, svo frá 19 til 22 þessum kallarnir eru. Forkeppnin var laugardag og sunnudag, sennilega fjölmennasta öldungamótið hingað til, trúi ég, allavega með því. Og kíkjum aðeins á þetta, hvað voru margir sem fóru þarna áfram. Það var bara að skori inn hjá okkur, vonandi. En við förum aðeins yfir að hverjir að mætast í fyrsta leikanum á streyminu á 11 og 12. Þar eru Guðni Gunnars og Sigríður Klem, 13 og 14 við Linda Hrönn og Bára. Utan streymið Sigríður Anna Soffía og Laufey Sigurðardóttir. Þetta eru þeir sem komust áfram. Á kallastreyminu á braut 17-18 utan streymins þar eru Þorleifur Jón og Þorvar Már. Upp í streyminu, það var að byrja að skori inn hjá þeim. Þar eru svo mikið sem Matthías Helgi og Guðmundur Sig og síðan Ásgeir Henning og Öddi upp hlutið. Við erum aðeins að tíka til skori betur þannig að það komi inn hjá okkur. Eins og eitthvað refresh. Það kvennamegin. Hér er komið kallamegin. Við skoðum aðeins hvernig forkeppnin fór og byrjum kvennamegin. Þá voru það í þessum sætum Guðni Gunnars í fyrsta sæti og svo Sigríður Klem í öðru. Linda Hrönn, Bára, Anna Soffía og Laufey. Sætuna þar fyrir neðan í 7. sæti var Helga Sigurðardóttir og með 32 pinnum frá niðurskurðinum. Formatið, bara förum snöggtu við það. Þau taka með sér skorin úr forkeppninni. Þannig að skori sem að þið sjáðu á Lindtorp í streyminu verður svona næstu því rétt af því að vona þetta bætast síðan bónuspinnarnir fyrir sigur. Við ætlum að reyna að setja stöðuna jafnóðin á Facebook-síðu Keilusambandsins og þar koma þá stöðunar eftir hverju leiki. Karlamegin eftir forkeppnina þá var Þórarinn í fyrsta sæti, Þorleifur Jón í öðru, sem Guðmundur Sigurðsson, Matthías Helgi, Björn Guðgeir eða Böddi og Ásgeir Henningsson. 7. sæti var síðan Brynjar Lúðvíksson, 8. Freyr Bragason, þeir voru 21 og 22 pinnum frá, aðrir voru töluvert lengra. Það voru 22 karlar og 16 konur í forkeppninni. Mikið fjör helgina. Sæmilegasta skor í sjálfu sér Þórarinn var svolítið afsamt, hann 203 meðal. Á meðan Þorleifur Jón og Guðmundur Sig voru með 188 og 187. Þurfti 181 inn í úrslitinu. Kvennamegin voru það nokkuð jafnar, Guðni og Sigríður með 174 og 173. Þarna þurfti 158,8 inn í top 6. Við skoðum aðeins hvernig það fór í fyrra. Þá voru það Þorleifur Jón og Halldór Íris sem að komum mótið í fyrra.
Halldóra var í 10. seti núna, var alveg 100 pinnum frá að komast í áfram. En það er bara, svona er þetta. Það er betra vinna alltaf. Úrslitin á þetta þegar við förum inn í þau, þá var þau spiluð þannig að heldur að karlarnir fara á 15 og 16 og konur á 17 og 18 og það er milli. 3 efstu spila leik til sama formátt og Íslandsmót einstaklinga. 3 efstu spila leik, lægsta skorið dettur út, 2 spila áfram í titil. Það sem er að gerast inn í utanstreymi og komin inn í 4. og 5. ramma. Þar er það þannig að spiltalega jafnt bara hjá kóparum. Skilist já, ég eftir konunum líka. Þorleifur byrjaði leitinn. En ég ætla að koma bara aftur inn í streymið þegar að þessi leikur er annað hvort að vera búinn eða næsti byrjaður og við sjáum stöðuna.
Hvort við getum komið hérna með einhverja stöðu, það sem er að gerast hérna á utan streymi sem komum á 15:16. Sýnist mér svo sjá annars á fyrir að vera ef hann tekur þessa feikju sem hún gerir, þá hún alveg 21 pinna yfir Laufey fyrir síðasta ramman. Þorleifur er hérna 28 pinnum yfir Þorleifni. Þorleifur með fullu, þau eru báðir með fengi 9. Hérna fyrir neðan þar er Bára að vinna Lindu. Sigurkleimur að vinna Guðnýju. Upp í kallastreyminu þar er nú Matthías sem líka eftir að taka Guðmund. Ásgeir 200 myndi 159 öfnda. Tjúli fellir líka í kallað Tjúli, Þorleifur, bara hóttum að guða það, hann heldur að vera okkur. Hann er að vinna Þórarinn. Svo sjáum við eftir augnablik þegar staðan kemur inn hvort að þetta breyti eitthvað röðuninni á Hólki. Annars var það að spila hérna 179 múti 145 hjá Laufey. Sigurkleim eru með 170 múti 140 og Guðnýju. Matthías upp í streyminu, tekur 9 hérna sínum mér. Hann þarf að feikja og hérna mjög til að kunna koma með einu byrna. Svona freka lágt skor hérna í byrjun. Það er hérna af öllum þá er það hérna að Matthías slúðra þessu, tapar þá leiknum. Já, það er bara Ásgeir sem er einu sem fyrir 200. Það verður sem kastar bara lópið niður og fast. Ekki að það er eins og sem aðrir að gera það líka. Ásgeir var kallaður inn í hérna öldökvarliðið sem er að fara á Triple Crown núna í svona miðjan apríl. Kíkjum aðeins á hvernig næsti leikur er, leikur 2 hjá konunum. Á 11:12 verður Anna Soffía og Bára og 13:14 verður Guðný og Laufey. 15:16 utan streymis eru Sigurkleim og Linda. Og þá karlamegin leikur 2 á 17:18 sem þá utan streymis verða Böddi, Björn Guðgeir og Matthías Helgi. 19:20 verða Þórarinn Már og Ásgeir og 21:02 verða Þorleifur Jón og Guðmundur Sig. Og núna hingur við rétt aðeins eftir skorinu.
svo maður lagar hann eitthvað pínu bóns að þá olíuburðurinn svo sami og var skal ég þér segja einhver HM útgáfa Gold Senior 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 Championship í Reynó 42 fett 29,3 millilitra í þessu. Það er þetta klassíska jóladreif. Ég sé þetta inn á free.is. Sjá hvort að við erum komin með skorið inn. Það sé verið að vinna í að tengja sig og breyta það þangað. Það kíkja á reytaraborðið, kemur smá.
Það er nú skorið hérna aðeins að dætti inn í okkur. En kíkjum aðeins hérna á hvað að gerast hér á brautunum. Hérna á 11 og 12, þar þetta svona tiltölulega jafnt, þannig að yfir 13 og 14 er Guðný aðeins komin í gang, töluvert yfir á 15 og 16 fyrir þetta streymið. Þar er hérna Linda Hrönn komin í gang sömuleiðis, og töluvert yfir Sigríður Hlem. Karlamenn og 17-18 fyrir utan streymið er hérna Böddi er svona 10 pennum yfir Matthíasi. Þeir eru sérst í 7. rama. Og inn í streyminu, þar er þetta bara jafnt hjá félögunum, Þórhöllu og Ásgeiri. Og eitthvað hjá einum, Þorleifi og Guðmundi. Þorleifur opnar með fyrstu 3 og svo Dvergfellur 9-4. En staðan. Já, hún er þannig að Þórunn er því efsta sæti, Þorleifur í öðru, Matthías er ekki í 3. Og bara binna þar á eftir er Guðmundur Sigurðsson. Björn Guðgeir eða Böddi, eða bara kalla Bödda, ég veit ekki hversu Björn Guðgeir er. En Böddi, það veit allir. Hann er í 5. seti, 51 pinna frá, og Ásgeir Henning er í 7. seti, 100 pinnum frá topp 3. Skorið á konunum. Þetta verður komið líka inn á Facebookina. Þar höfðar sætaskipti, Sigríður Hlem fór upp í 1. seti og Guðný í 2. seti og Linda í 3. Það er sama liðin á þessar. Ég er ekki 10. Síðan er 4. seti Bára Ágústsdóttir í 41 pinna frá, Anna Soffía er í 5. 56 pinna frá og Laufey er í 6. 116 frá. Staðan, já,
Já, þetta er spennandi hérna svo sem á 11:12 af því að það munar ekki nema einhverjum 6 pinnum sem að Bára yfir, fáum við feikju í 9. Ekkert spennandi á 13:14, það er leikur ykkur búinn, þó að Gunni sé búinn opnaði í 10. á 181 á móti 130 eitthvað. Bára hittir ekki það sann 7, svona hvað hann fyrir uppi, þar er Linda alveg 36 pinnum yfir með feikju í 9. Sigurður með fellu í 10. Það er mikið að gerast þessu Linda með þetta ekki. Anna vinnur. Hún tekur hérna fellu, jafnar 168. Hún er þó með fellu meðan Bára bara með 7 og ekkert svakalega þetta leið nærinu þó. Streymið, 17:18 þeir eru að fara í 9. ramma, Böddi og Matthías Helgi. Böddi 122 með 8 feikju og með Matthías með 113 með fellu, fyrst í 7. Og upp í streyminu. Þar er Ásgeir 2 pinnum yfir, báðum í 9 feikju í 10. Þannig að Þóra þarf fellu og skulum ekki það nummer 7. Það voru hann inni. Svona tekur fellu. Það er samt ekki verið að spáði að 8 það er í aft. 9 vinnar með einum. Tökur 9. 170 fyrir 173. Þorleifur hefur eitt allt miklu púðri sannlega að slóst í Tóta þarna í leiknum áðan. Hann er með 5 opna ramma í þessu leik. 111 í 8 ramma. Opið. Og Guðmundur segir búið með 9. og opna 181. Það eru búnar hérna golfmynda niður í streyminu og svo sem uppi líka 116. Þannig að það er bara smá biðutra hérna. Klára það. Það er sérst klára ferskuna. Þið sem þekkja mig endilega skjóta á með einhverjum skilabóðum og þið sem ef það er eitthvað sem er að laga hérna í þessu streymi. Sé hvort en ég heyri hvernig hérna þetta kemur út ykkar meginn. Uppi á 21 til 7. Feikir í 9. Mestara í 7 pinnum yfir svona. Svona það Gunni gerir 10. 8. Matthías Helgi niðri hérna á 17. 2 í veiði 10. Böddi opnar, spila 159, þannig að Matthías Helgi er komin í þann leik. Það er að fara í svona 173. Gunni feikir upp á 21 og við erum að fara í fyrsta kasti í 10. Konurnar byrjar í leik 3. Þorleifur dró hann vel yfir.
skilur eftir Áns og Þrist, sýnist mér. En þessi leikur sem núna í kvennastreyminu á breytum 11 og 12, þar Guðný og Linda. 13 og 14 Sigríður Hlem og Anna Soffía. Og fyrir þetta streymi á 15 og 16 Laufey og Bára. Þar komin í gangi leik 3. Guðmundur endar í 153. Það var bara alltaf stöðuna í staðan fyrir að festa. Þetta mætti taka á 2. Þetta er búinn á hann. Það er núna að tekur hann kúlum að þetta skeri. Niður, 28, en leikinn 157 mútið 152. Fyrir þá hans yfir hvernig leikur 3 á karlánum verður. Þar á 17-18 Guðmundur Sig og Þórarinn Már. 19 og 20 Þorleifur Jón og Böddi. 21 og 22 Ásgeir og Matthías. Komin á eftir.
konar nýjar tölur úr Grafarvogshreppi hérna eftir þau síðan eitthvað var eitthvað rangt skráð í skjalið sem fór á netið og hérna fyrsta leik á körlum en það ætti þá að vera komið í lag núna skoðum stöðuna á konunum þar höfðu þannig bara sætaskipti hérna Guðni og Sigríður Klemp og Linda í þriðja Breytt Bára er 54 hérna frá línunni Anna Soffía og Laufey á körlunum þá er hérna Þóra Máren þá hæstur Þorleifur Jón Öru og Ásgeir í þriðja Guðmundur Sig er 21 hérna frá línunni svo komið Matthías Helgi og Böddi Misjafnlega langt hérna komið sem fyrir nú svo sem konunni sem fara aðeins á undan eru fljótar að spila en segjum aðeins frá því að núna þessi dagana byrjaði sérst mótið úti í dag hefur upp mót ungmenna þessi European Youth Championship sem eru 18 landslið fyrir okkur Þar erum við að sjálfsögðu með hérna lið úti og hérna fréttin á öfnumöguslík.is mótið. Þar eru í stúlknaflokki hérna Alexandra Erla, Bára Líf, Júlía Sigrún og Særa Serla að keppa. Ásgeir Bergþór, Stefán Tristan Máni og Þorgils Lárus á strákunum. Matthías Möller og Katrín Fjóla eru hérna þjálfarar þarna úti. Við skoðum aðeins hérna þessast einstaklingskeppnin byrjaði þarna úti. Svavar Steinn Þorgils spiluðu í dag og Bára og Særós á morgun spiluðu þá Hlín. Bára Lífið sem stendur í 12. sæti á stelpunum, Særós í 22. Svavar Steinn í 23. og Þorgils í 38. Það eru 55 búin að keppa og allt í annað eins eftir. Ég held að þetta mót þar að segja verið mót ungmenna hérna 2016. Þannig að þessu var ótrúlega gaman. Mikið fjör. Skor ykkur að fara bara inn á kli.is og finna fréttina og fá linkinn á mótið og fylgjast með ræðskor og streymi. Það heyrið þá sko stemmingur á pöllunum hérna hjá fólkinu úti. Bráðurinn. Hvað er það? Mótið í kvöld. Það að klára hérna á 12, þar hérna skal ég segja Linda hafa betur á braut 12, það villist skor. Þar Linda bara með Glenn og fekk 9 upp á skalan. Núna samt að taka 199 sennilega á þetta vera. Þetta er 178 mesta lagi. Það er jöfnt hérna á 13-14. Já, svo leiðis. Þetta er ekki eftir. 15 og 16 þá sýnist mér hérna Laufey vera júrinni framar en Bára en það er nú eftir 17-18 með kallarinn. Það er Þórarinn yfir hérna.
21 og 2, þar er tjóðlega að hafa hans betur mútið betta. Þetta var leiðind að glemja þarna, 7. Og svo var það Ásgeir og Mattias með tengingu og komið hans yfir. Fullt að gerast. Hugur að gerast. Þrettán og 14. Anna Sofía með 4-10 glemni. Og það starf milli. 125 í 9. Svo með 3-6-10. Og hitt. Það með 140 feikju. Þannig að hún var alveg 25 yfir. Við held í þetta í 10. á móti Bórum. Báðum með feikju í 9. Það var aðeins yfir svo hvernig svarar. Svo viðbalega það 7. Svona nefnar í 10. með það að leiða með felluna. Stóru hljóna 4-6-10. 22. Endar í 143. Svo kom Guðmann Henney. Við erum að taka Simon, tók fellum með 2. Það er svona 202 mesta lagi, það er 95 mesta lagi. Þetta endar 197. Kíkjum aðeins á leik 4 hjá þeim. Leikur 4 hjá konum. 11 og 12 verður Sigríður Hlem og Laufey. 13 og 14 verða Bára og Guðný. 15 og 16 er Lindarheim og Anna Sofía. Þessu kallanáttur, þar er Þóran Enda mestalegi 174, Þóran komið 182. Þetta fyrir yfir og fellu. Samt 21 búinn á undir. Ásgeir feikir þessu. Mattias með barna hlemmuna. Fyrir 10. Hans er Þristinn. Leipir þá svolítið Ásgeir inn í leikinn.
Þóran endaði í 192 og skori bregst okkur ekki. 164 Gumma. Matthías með 6 og Ástvist fjarka 10 nærri. Spennandi að uppi á 21 og 2, þetta ekki nema 2 pinnar í mun. Komin inn staðan hjá konunum, það var aðeins síðan eftir smá. Þessa leiki sem eru uppi. Snýrstandi þar af max í 179 og svona alveg öllið ára nú að koma með þetta bara. Þó fellum að tryggja sig sem hann nær. Ásgeir var 9. Endar í 160 og hvað 7 þetta sé 177 segir þannig að hérna við þar 8 þetta er hvað Matthías með 7, Ástvist 10, Ásgeir Feykir. Það fara í 150 mögulega, sem hvað Matthías gerir. Það því ekki. 179 komið þetta, Ásgeir. Staðan á konunni, Guðný fyrsta sigurður, öðru Linda 3, Bára 4 er núna 81 beina frá. Anna og Laufey, mér sýnist þetta að vera bara IRT í úrslitum hérna eftir. Það er ágætt. Komum við því.
Ásgeir endar 188. Yfir þann leik. Kíkjum á hérna leik 4. Þar verða á 17-18 Þorleifur og Ásgeir. 1920 verða Matthías Andri Þórarinn. 21-22 Guðmundur Sif og Björn Guðgeir. Böddi. Sjáum hvort að staðan með börnunum þetta ekki fljótlega inn. Fljótara spila hérna í skórskerfi þessum stelpur. Stelpur hérna frá KFR sem eru svo á móti. Það staðan að óbreytt Þórarinn efstur en það er svolítið yfir þeim í pinnavallinu. Þorleifur öðru og Ásgeir að skapa sér smá rými þarna upp í 3. sætinu. Guðmundur Sif, hann í 4., hann 65 pinnum frá línunni, svo Matthías Helgi, hann 97 pinnum og Böddi 125. Strákarnir byrjar í leik 4. Strákarnir langt komið leik 4, kemur nú eftir.
Aðeins hérna inn í gamla streyminu. Þær eru að fara inn í 10. rammann á 15.16. Þar hérna, eru báðar opið í 9. Annan 125 og 116. Engar með 8 í 10. rammanum fyrir kastinu. Fyrsta kastinu sem neðist. Anna með 7. 6 spennir mjög, þannig að það voru báð að feika, þá er hann svona á leiknum. Linda feikir. Hérna á 30-14, þar hérna Guðni yfir á móti Báru. 6 spennir á móti Báru með feikju hérna í 9. Eitthvað þar. Sigurður Kleimar aðeins yfir hérna Raufu, Öri. Þannig að hann missir þetta, þetta bara 2. 134. Linda 29. 135. Nei, þetta var ekki guð. Það var næsta fyrir hljóðan, það er 17. Þarna, hlustur hann. 8. Jaft 134. Jaft. Guðni með fallið í 10. En bara 9. Niðri var opnað lögði 8. rammann í 135. Sigurður lokaði 143 pluss bónus. Bara eftir núna á 12 að þær klári leika sinn, þá geta þær farið að skipta svo mikið sem síðasta leikinn og kíkja hans hvernig hann á að raðast upp. Leikur 5 hjá konunum, svo er á síðastur hérna næstir 11-12 var það Guðni og Anna Sofía, 13-14 eru Laufi og Linda og 15-16 Bára og Sigurður. Sigurður er að taka þennan leik og þetta að fara í svona bara 90 ef hann feikir þessu og með 10 eftir þó 179 og Laufi maxar upp í 163 og eitthvað. Það gerir reyndar ekki.
152. Svo við setja hann í rennuna, 179. Þá lefum við þeim bara skipta þegar að því kemur nú eftir. Er þetta ekki leikur nummer 4? Ha? Þetta er leikur 4.
Kveikjum að svo hljóðnefnin í kvennastreyminu þá fara hans yfir hérna síðasta leik á konunum leikur 4. Þar svo sem bara staðan óbreytt þar sem það TT-stelpur í eftir 3 sætunum, Guðni, Sigríður og Linda, Bára 63 punum frá og Anna Sólveig 5. 179 frá, Laufey í 7. 195 frá. Þær eru bara komnar í 57 ramma í síðasta leik og við möttum að þeir hvernig klári þennan leik þannig að það er bíðum eftir skorinu hjá börnunum. Fyrkjast fyrst hvernig þessi leikur verður. Þar á breytur 17-18 köllunum Þóra, Mór og Böddi. 19-20 Ásgeir og Guðmundur Sig og 21-22 eru á Matthías Ingi og Þorleifur Jón. Alveg dætt inn. Það var bara, þegar ég segi þetta, það var bara dætt inn. Á börnunum, þar staðan að Þórunn ennþá í efsta sæti, Þorleifur Jón í öðru, 28 punum frá línunni og Ásgeir selt í 3. Matthías Helgi 13 punum frá öðrunni. Þannig að Matthías og Þorleifur eru akkurat að mætast, þannig að Matthías spilar út sleik, hann getur þess vegna að slegja hann út. Þannig að þeir sem eru að fylgjast streyminu, þegar horfa að þetta á 1922 kemur nú eftir þar þegar eitthvað frétta. En kvennamegin
þá það þannig að þær eru klára, það eru konið svona 9.10 ramma á 11.12. Það júní líklegast að fara að hafa hann reynda með hérna afhverju í 9. Það bara 9, það þurft fellu hana. Það næsta lagi 172 á móti 180 hjá Guðnýju. Það er 190 segir afsett. Linda vinnur Laufey. Það er 191 á móti 160 og Brutastreymi á 15-16. Það er reynda Bára með 2 rauðir 7. og 8. Dreifar og mjög rauðir 6 í 9. Sigurður reynda með Leiðinda Glennu 4-7 og 4-6 sem tekur bara 2. Hópurama í 9. með 172. Á meðan að hérna það eru feikju, 6 á feikju í 9. 151, 161, 10-11 pinnar í mun. Þetta var hérna Móses fellaði á serið á 15 og var beint á trínu og einhvern veginn svona bara sópaðist allt hægt og rólega í burtu. Þetta stundum Móses og kljúfa Rauðahæð. Þær eru eftir. Við athygli á því í streyminu, hérna kannastreyminu á Öðrubrautarnum við höldum því lifandi inn í úrslitin og hérna þurfum að færa eins og myndavélar þannig að þetta er ekki bræða að þetta komi eitthvað svona annarkvært hreyfing á myndavélinni eða eitthvað splash screen hérna inn í milli. Þetta er út að taka hérna 5-7 kljóðum á þetta. 2 rauðir það siggu. Það er 200 og 200. Í fyrstu feikjunum sinna í leiknum á móti Dota í 4. ramma. Bara feikir. Stöð á serið. Það er 73 hjá Báru, er að koma inn með stöðun eftir augnablik þegar hún kemur.
Hérna lokastaðan hjá konunum, Sigríður Klim í efsta sætinu, samtals 3019 pinnar, Guðný Gunnars í öðru sætinu 3013, Linda Rönnur í þriðja sætinu 2955, Bára í fjórða sætinu 2854 pinnar, 101 pinnar fyrir Guðný, Anna Soffía í fimmta 2724 og Laufey í sjötta sæti með 2696. Aftur varandi streymi á línunni, tökur hljóða hans út svo færum við myndavélarna eftir. Eigum að fara fram með stólinn, Elmar? Ég ætla að vera fram með einn stól, þú kemur með hinn.
fara hérna aðeins í þessu streymi og minna á að við erum að bíða eftir að við klára hérna kallarnir upp á Vesturbrautum og þar var svolítið gerast hvað er það og hérna síðan ætlum við að færa myndavélarnar hérna í þessu streyma frá úrslitum á 15-18. Ásgeir og Duggur. Er það búið? Já. Hann er alveg merkilega leiður og blessaður. Já, og ég gera það alveg. Það er bara málið. Ég sagði, ég vil fara heim. Það var bara þessum hluti það. Hefur við ekki drifað okkur bara heim? Já, hann sagði það við. Já. Ég veistu það, Erum við að fara heim? Mamma, erum við að fara heim? Já, við erum að fara heim. En að setja skónum í vatnanum. Já. Er þetta Halla Gerðsson? Þetta þitt? Já. Við þurfum bara að vera með hér í öllum setja þér í bakpoka.
Svo slakkaðan að myndalum við bara færum þetta til, komum inn eftir augnablik þegar við erum að gera okkur að græja. Sko, allt að gerast hjá okkur hérna. Förum aðeins yfir hérna sporið hérna. Hvernig enda þetta allt saman? Karlaleikur 5. Já, það munar því að Matthías Helgi 76 pinnum frá línunni. Fyrsta seti Þóraður Már með hérna 3324 pinna. Ásgeir fór upp í annarsætið með 3218 pinna.
Þorleifur Jón er í svo mikið sem 3. sæti með 3203 pinna. Matthías Helgi í 4. sæti 3127. 5. sæti Guðmundur Sigurðsson með 3109. 94 pinnum frá rauðurlínunni. Og 7. og síðasta sæti er Björn Guðgeir Sigurðsson með 3028. Úrslitin verða spiluð þannig að karlarnir spila á 15 og 16. Formaðurinn að taka mynd af bikarunum, Adam og Brá. Karlarnir spila á 15 og 16 og konurnar á 17 og 18. Það er að farin á brautapar sem hafa ekki verið að spila á í kvöld. Sjá að það er voleyborðið þarna á milli og reglan er þannig að 1. sætið, Þórunn og Linda, þegar Linda þá með þetta, það var rétt. Þetta má vera Sigríður, ekki nema þessi búin að ákveða röðuna sko. Það ætti að vera þess að Þórunn og Sigríður sem að ráða hvar þau byrja. Næst á þetta verður það Ásgeir og Guðný sem myndi þá sérst ákveða hvort það ætla að vera bara í sætinu þar á eftir. Og já, þetta verður þannig bara einn leikur, það var bara að byrja á 0, einn leikur, lagst að skora út, 2 áfram að keppa titilinn. Laugum við aðeins að lífa hérna og kíkjum inn svo mikið sem á eftir þegar að leikurinn er að fara í gang. Svo fyrr þá vorum við að slaka þess á á hljóðinu á brautunum á meðan að uppbytunartónlistin er í gangi. Þannig að uppbytun er byrjuð. Sjáum að hvernig þetta verður.
Þá hérna uppbytun lokið, sýnist þetta vera bara röðin, Þórarin Ásgeir Þorleifur, Linda Guðný Sigríður. Ekki ósennilegt að ég þurfa aðeins að taka til í hérna skori birtist hérna uppi á okkur. Þarf hérna aðeins að laga ljótið þannig við sjáum hérna næstu skorinn yngra aðeins. Við verðum að láta þetta fara svona og svo vandi hérna eindokk að lyfta þessari vél aðeins upp svona, svo er ekki nógu vel. Nei. Hvað setur?
held að þetta verði alveg samlega áhugaverð viðureignin á 17 og 18. Og mögulega endurtekinn úrslitaleikur frá því fyrra.
Við skoðum aðeins hérna hvað Lindox segir okkur varðandi stöðuna. Þá er þetta svona tiltölulega jafnt þannig lagað séð. Það var reyndar ekki alveg núna kannski. Það er að segja að Þórarin getur maxað út í 2.36, Þorleifur í 2.44, Ásgeir í 2.24, en ýmislegt hægt. Það er bara hægt hjá Lindu og Sigríði að fara inn í úrslitið þá með Guðni ef þetta heldur svona áfram af því að það er Linda getur maxað út í 2.15, það er 2.10 og 2.36 hjá Guðni. Þóra er enda með endaglænu, 6.10. Missir það allt, 7 mínus. Þetta er fljótt að breytast. Nú er hann þar að segja orðið lægstur, sko getur maxað út í 2.10 og meðan að Ásgeir getur maxað í 2.24. Ásgeir fær 5.7 glennuna. Sverra. Opnar það. Þórarin var með 3. Feikir þessu þó. Þórarin Þorleifur áttar í úrslitin. Það er þá bara spurning hvort það er Þórarin eða Ásgeir sem fer með honum, þeir eru mjög jafnir. Þórarin getur maxað út í 200 á meðan Ásgeir getur maxað út í 300. Leiðinda að glemma þarna hjá Guðnýju, 6.7. Sigríður tekur 9 og mínus. Staðan er pínu þannig að eru jafnar svo sem Linda og Guðni, þar sem það getur maxað út í 2 vinna núna reyndar. Og Sigga bara leiðin út. Rölpa hann svona niður og fylgjast með þessu. Sjá þetta frá þeim enda.
Linda er sem sagt að fara í max 1.82. Guðni getur farið í 202. Hitt bolti. Spildi þetta í ráttuna, endar í 181. Það segja Linda. Þannig að Hörður komin í 182. Það þarf að fara. Guðni komin með 2. Svo var yfir að Guðni en klára þetta 202. Sigurður endar í 156. Kíkjum aðeins á þetta. Óskar var með 9 og Inga, þannig að búið að laga töluskorið. Þannig að hann er á leiðinni út. Tóti að vera að tryggja sig með hann í úrslitaleikinn. Þannig að það var rönd í keppni.
Þórarinn er að fara í 177 með þessu. 177. Það skiptir bara 150, þannig að hann er út. Já, en svona fyrir áhundur í lokin. Þá klárar hann 1.40. Stelpurnar ætla að bíða alveg undarlega þegar þeir eru búnir. Uh, 2.21 já, Tólfi, þannig að það er aftur endurtekið efni frá yfira karla megin en svo stöðlunar Unni og Linda sem að ég hvað mest að kvennkeilurum þetta leik við og er alltaf eða og það skilar sér alveg undan. Þarna vel undir stað. Tekur svo mikið sem 9.
Við förum aðeins yfir hvernig þetta lítur út núna. Leikurinn er hálfnaður. Ég er þetta svo sem allt í járnum á köllunum. Þóran getur max átt í 2.68 á móti 2.59. Þannig að þetta er bara, ef annar klikkar þá er einn komin yfir eða öfugt. Það er hérna að við endum í, eða svo að við komandi bara svolítið dregist með aftur úr. Tóti klikkar á Tjúli komin inn í leikinn og eða Tjúli klikkar á Tóti komin með fetunum fram. Kvennamegin er þetta varla-keppni. Þar er Linda bara einfaldlega að loka öllu og tekur fellu þarna og meðan að Guðni er búinn að opna 4 af 6. Linda getur maxað út í 2.36 og Guðni maxað út í 1.88. Tromla var að gera 15, fellu í 5. ramma. Glenna, 4, 6, 7. Sjötti rammi breytti pínubóðs á leiknum, þar að Þóran getur notað max út í 2.45 og maður að Tjúli fyrir í 2.25. 20 uppinna munur. Það er bara ekkert gefið samt sem áður. Það er að pikka þetta allt upp, báðir þurfa að gera það. Tjúli er það náttúrulega bara að fara að fella á og það er nú komið svo inn í leikinn. Guðni með 7 glennu, 2, 4, 10. Það er líka stöð mikið í. Opnar þann ramma, þannig að það eru komið 5 opnur á henni. Tjúli opnar. 7, 2. Þóran er þá cirka 41 pinna yfir. En það þarf víst að loka. Nú ná einhver að viti, lokaði. Fimmann eftir í spenningboði.
rétt með þessu. Rétt bótar í pinnan. Guðni loka 9. Þorleifur fær 9. Það er hún datt niður. Hún hrundi, þannig að hann fær fellu. Linda er komin inn í 10. Fær 9. Þarf að resetta svo 15 þegar hann er búinn. Fella. Linda er feikju, þannig að hún fær vonandi hérna klappið fyrir síðasta kastið. Það kemur núna Linda Rönn, Íslandsmeistari öldunga 2026, 204. Mér skjáttlast ekki, hún var einhvern tímann unnið þetta áður. Þorleifur lokar. Linda vann þetta síðast 2020. Þar áður 2014 þegar það var opinn flokkur. Svo við verðum með einhverja sögu hérna. Það er 40 pinna munur. Sjö borðinni. Hann fær bara klappið, það er komið í hús. Það er gaman að taka þetta bara svona upp á tökið fyrir áhorfendur í salnum. Hann náði 5-unni, endar í 200 stettum. Hann fór bara klára sitt. Ágæðum við fellan. Og 9. Þóran vann þetta síðast 2004 og þar áður 2015, þannig að þetta er 3. Íslandsmeistaratitilinn hjá honum. Það fer framhjá, þannig að takast í hendur eins og heiðursmunur Sæmir. Fylgjum hérna verðlaunaafhendingunni í gegn. Þorleifur endaði í 173.
Nú öll vinnan hjá Völu formanni þegar hún er ekki framkvæmdastjórinn til að hjálpa sér í þessu. Gunnar getur nú hjálpað henni aðeins. Já, hún reddar þessu bara. Guðmundur varaformaður kominn upp. Þriðja sæti er Ásgeir Henningsson, kallamegin. Öðru sæti er Þorleifur Hreiðar. Íslandsmeistarinn er þá Þórarinn Már Þorbjörnsson, ÍR. Svo er það Blófinn. Svo er það myndateka fyrir niðrið. Þetta er bókinni. Það er kvennaflokkurinn og það er Sigríður Clemens í þriðja sætinu. Annars sæti er Guðný Gunnars. Og Íslandsmeistari 2026, Róðsegir Linda Hrönn Önnursdóttir, allar í IRTT. Það er alveg knús á línuna. Bikarar og blóm, svo er myndateka og myndateka aftur af þeim tveimur Íslandsmeistarunum saman og eftir. Ég ætla að fara að ljúka þessu hérna, leyfa myndanum aðeins að lifa áfram. Næstu streymi sem við verðum með verða örugglega frá man ekki alveg í tíma hvað það er svo sagt bikarúrslitin, bikarkeppni liða og svo er stefna að því að streyma líka frá úrslitakeppninni í fyrstu deildu karla og kvenna. Fullt af fólki sem er búið að horfa í kvöld, takk fyrir að horfa á þetta hjá okkur. Reynum að gera sem mest af þessu. Var alveg til í aðstoð hjá okkur að vera með að sinna þessu. Þetta er gaman og við þurfum að kynna okkur sjálf með þessu. En takk fyrir í kvöld og við sjáumst í næsta streymi eða heyrumst.